og því var ljóst að KR þurfti að vinna að minnsta kosti eins marks sigur í kvöld. Fyrri hálfleikurinn var afar tíðindalítill framan af. Við sáum ágætt færi áðan sem Heimir Guðjónsson átti og hér er eitt skásta færi Lúxemborgara á fyrsta hálftímanum. Jafnræði var með liðunum til að byrja með. Þótt daufur væri leikurinn en hér er dæmt á Lúxemborgara og Lídio Alves Silva fær gula spjaldið, leikmaður númer 11. Hart tekið á brotum í þessum leik. En hér er skemmtileg sókn KR-inga í uppsiglingu. Einar Þór Daníelsson með fallega sendingu á Ásmund Haraldsson og hann virðir þetta fyrir sér sendi fyrir og á Mihaljó Bibersic sem skorar þetta fallega KR-mark. 1-0 fyrir KR á síðustu mínútu fyrri hálfleiks. Og KR-ingar fagna þessu eins og vera ber, en við skulum sjá þessa sókn aftur. Frábær sending frá Einari Þór á Ásmund og hann rennir knettunum skemmtilega fyrir á Bibersic sem að skorar af öryggi og KR-ingar þar með 1-0 yfir þegar þeir fóru inn í klefa í leikhléi. Síðari hálfleikurinn var rólegur fyrsta stund á fjórðunginn en þá tók við fjörugur kafli. KR-ingar áttu 3 færi með stuttu millibili og við sjáum hér eitt þeirra. Þetta var á 19. mínútu en það var síðan á 22. mínútu sem þessi sókn kom. Salihemi Possa leikur hér skemmtilega á markvörð Lúxemborgarliðsins og skorar 2-0 og KR-ingar þar með í góðum málum. Og eins og fyrir þá er það Ásmundur Haraldsson sem á sendinguna og Heimir Possa klárar þetta vel. 2-0 fyrir KR og þeir voru sterkari í síðara hálfleiknum KR-ingar. Sjáum hér aukaspyrnu sem þeir útfærðu mjög skemmtilega. Þótt ekki yrði mark úr því. En það er skemmst frá því að segja að KR-ingar sigruðu í þessum leik með 2 mörkum gegn engu og það skipti engu máli. Þótt Alves Silva fengi annað gula spjald og þar með rauða spjaldi, það var á loka sekúndum leiksins. KR-ingar sigurvegarar 2-0 og eru komnir áfram.